Komið í sæl og velkomin á þennan fund. Ég heiti Einar Magnússon og ég þessi sem veit ekki neitt. Hann sérfræðingurinn. En ég ætla að setja mig svolítið bara í hlutverk þess sem kannski hefur pissað í saltan sjó en búinn að gleyma svona ýmsu. Já, ég Árni Elvar Emilsson, ég skipaði eftirlitsmaður hjá Samgöngustofu. Búinn að vera svolítið í þessum björgunarbátamálum. Má ég ekki, Árni, bara njóta góðs af þinni vitneskju og spyrja þig bara ef við bara byrjum á þessu einhverjum mest mikilvægasta öryggistæki borð í bátum, tæki sem hefur bjargað ótalmörgum mannslífum og enginn okkar skal eða getur í rauninni verið án. Hvað það þegar þið komið borð í báta? Hvað það sem svona helst kemur upp sem kannski, við getum sagt, mistök varðandi frágang á þessum tækjum, á þessum björgunarbátum eða einhver misskilningur eða annað sem getur jafnvel stofnað lífi okkar í hættu. Getum við farið yfir svona nokkur atriði í þessu sambandi og þau helstu? Já, ætlum einmitt að renna við það. Og það var sérstaklega frágangurinn á gummibjörgunarbátnum. En þá erum við náttúrulega líka að ræða rosa marga hluti. En við getum alveg bara byrjað á svona helstu atriðum og tala svolítið þau. Þú veist, eins og hann uppsettur hér, þá þetta réttur frágangur á honum yfir höfuð. Og bara alveg úti. Og eins og spurðir, það sem algengasta sem við sjáum það að frágangurinn á fangalínni eitt af versta sem við sjáum. Getum við zoomað svolítið inn á akkurat þetta ef við erum ekki búnir að því nú þegar? Ok, fangalínan, þessi hérna. Þessi hérna, sem við festum. Það sem hún fest hér í veikan hlekk, þar hann alveg réttur. Það sem ég hef verið að sjá, ég hef séð þessa fangalínu, hún hefur verið vafin hérna í vögguna, hún hefur verið fest í skipið. Jafnvel báturinn snýr vitlaust og búið að taka fangalínuna, draga hana undir eða yfir, þá ertu farin að toga hana hér út. Já, og það þá að þessi hlekkur hérna festur í eitthvað allt annað heldur en veika hlekkin sem hér rauður að lit. Hér rauður að lit og munurinn að þegar að báturinn farin í sjóinn og þú komin í, að þessi hérna lína alveg hönnuð til að slitna, þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því, þú getur alveg skorið hana, það hnífur, hún slitnar, en þetta rosalega átök því að þetta fyrir 750 kíló á þessu litlu bátum versus 120 kíló hér. Þú getur ímyndað hvað þessu mikið léttara það að losna við þetta heldur en að láta bátinn kannski reka með þið áfram. Og það alveg til nokkrar gerðir af þessum membrum með veikum hlekkjum sem við viljum losa. Já, þessum sleppibúnaði. Já. Og símeit til dæmis eitt sem mjög algengt hér á landi, sérstaklega á Norðurlandinu. Síðan þessi hérna minni þekkt, en hérna veiki hlekkurinn á tannernum. Þessi hérna. Þetta veiki hlekkurinn, ok, það þessi vír hérna í rauninni. Já, sem slitna frá. Okay. En aftur eru leiðbeiningar með öllum membrum sem fylgja með í kassanum og fara bara eftir þeim. Ekki muna, bara lesa. Fylgja leiðbeiningum. Fylgja leiðbeiningum. Ok. Já, hvað hérna, þú nefndir við mig daginn að stundum væru menn að strekkja þetta ekki alveg með réttum hætti. Já, frágangurinn á þessu ekki alveg réttur. Já. Þannig að við kannski snúum honum við. Okay. Sérstaklega á þessu hylki. Það til aðri bátar sem low profile. Það minna það að þessi vitlaust festir því að það bara eitt svona band yfir. En þegar þú með þessi hærri hylki sem standa í vöggunum, sem þá vitlaus, að þá þetta hérna réttur frágangur. Ég veit að þetta lítur svolítið skrítið út. Það bundi hér. En þú byrjar á því að festa allt hérna rétta framann, snúa því alveg rétt, strekkja þetta hérna yfir og síðan bindur þennan hér, dregur hann að lágmarki 3 sinnum í gegn til þess að fá nógu þungt og þú ert að draga hann hérna alveg til þess að mynda þessa spennu sem hér. Og þegar hann situr þá svona vafflaga hér yfir, sem aftur annars sem það kvartar mikið undan, að hann sé svolítið laus, þá situr hann sem fastast hér í. Og auðvitað þarf að endurnýja þennan búnað og gummið í þessu, þannig að það allt til. En hér hefur maður séð alveg slæma frágang. Hérna hafa menn verið að vefja upp á þetta því styrkurinn fara úr þessu. Til þess að strekkja til þess að báturinn sé ekki að velta til í þessu. Já, þetta ekki gert að einhverjum illum ásetning. Nei. Menn misskilið til hvers þetta farið að binda hérna saman og draga.
en þá ertu aftur farin að minnka Já. þetta hér og þá er hann farin að slá til og vera með læti. En segðu mér þá, ok, nú ert að sýna mér hvernig rétt er að gera þetta, en sýndu mér hvernig þið hafi staðið menn að því að gera þetta rangt. Það er hérna framan er það ekki sem að menn hafa verið að strekkja þetta, sem að má ekki eiga sér stað. Já, þá er kannski verið að sitja þessi bönd sem eru hérna aftan á, sem er réttur frágangur og á réttum stað, því það er síðasti tengipunkturinn, að menn kannski verið að sitja þetta hér á milli, eða verið að koma einhverjum öðrum böndum, jafnvel komið með einhvers konar hnýtibönd sem eru með, þeir eru ekki með þessa réttu þræði sem þjónustaðalinn verðið ykkur út um. Þannig að alltaf best að tala við sinn þjónustaðala því að það er hann sem að læti þið fá það sem er rétt. Ekki bara fara út í snærisbúð og kaupa eitthvað snæri og binda, því að við vitum ekkert þar. En það er náttúrulega til alls konar sylgjur líka sem kannski flækja þessi mál, en sylgjaðin þannig náttúrulega bara uppfylla þessi skilyrði að losa í einu handtaki. Er þá ekki rauninni bara, svo við einföldum þetta, alls ekki að strekkja hérna megin, þetta hér, heldur alltaf hérna hér á bakvið? Já, okay. Og aftur, þá getur þú fengið leiðbeiningar, þessi vaka kemur enda frá Víking, að þú getur fengið leiðbeiningar frá þeim, varðandi hvernig þú átt að festa niður. Það er alltaf hægt að fá leiðbeiningar. Það eru leiðbeiningar hvernig þú gengur frá membrunniðinni sem koma í kössunum, alveg sama frá hvaða framleiðanda það er, koma alltaf leiðbeiningar. Það koma leiðbeiningar hvernig þú átt að ganga frá bátnum á bátnum og það koma leiðbeiningar hvernig þú átt að ganga frá vöggunni með vöggunum. Þannig að það er hægt að ganga frá þessu á. Þannig að leiðbeiningar. Já, og þessar, sko, ég veit að okkur hættir mörgum til að hunsa leiðbeiningar og byrja bara að fikta og þræða hlutina einhvern veginn áfram. Ég á það svolítið til, en það að eyða þessum 5 mínútum í að lesa leiðbeiningarnar, jafnvel ef það er svo langur tími, það getur skipt sköpum, vegna þess að þú ferð ekki að lesa leiðbeiningarnar þegar á ögur stundu þegar virkilega þarf á að halda. Sérstaklega ekki þegar þú ert komin með kannski einhverja vitleysa spennu, því að ég vil eiginlega ekki toga í þetta, því að þá bara togast og losast í einu handtaki í neyð, þá viltu bara toga í þetta, þú vilt fara að sinna því hverju sem það þarf að gera, þá ertu búin að losa bátinn og það er eitt af því mikilvægasta sem að menn kannski gleyma, það er að ef þú ert í neyðarástandi, losaðu bara bátinn. Bara, þú veist, sem getur að fara í björgunargalan eða hvað sem er, og þá ertu búin að losa hann og þá fer hann í burtu, því það er svo margt annað sem getur verið, sem er annað sem við sjáum mikið, að auðvitað er ekki allar kjör aðstæður á svona smábátum og einhvers staðar þarf að koma sem búna fyrir og þá ertu með möstur sem geta verið fyrir. Og við höfum verið að setja út að þá ef að menn er með, kannski með reymarinn, þá einna helst þegar hann er komin svona lágt yfir, því að þá ertu náttúrulega búin að hindra það að báturinn losni að þú ert að fara að treysta á þennan hérna búna, þegar að báturinn er búin að sökkva. Þessi virkar ekkert fyrir hann er búin að sökkva og komin niður og komin á svolítið dýpt. Þannig að endilega að losa bátinn eða heldur og sért í hættu. Farðu frekar og láttu laga ef að fangalína datta þess út. Þannig að það skiptir gríðarlegu máli að það sé ekkert sem að mögulega getur hindra það að báturinn losni frá bátnum eða skipinu og að því að það er, maður hefur séð það að það er stundum eins og segir, það er sett undir eitthvað mastur eða jafnvel einhvern fjarskiptabúnað eða eitthvað annað þvíumlegt sem að getur hindrað, því að við vitum náttúrulega aldrei hvernig báturinn fer á mögulega hvolf eða fer niður. Það getur verið á ýmsan hátt. Það getur verið á ýmsan hátt. Það hefur, eins og maður segir, það hefur náttúrulega alveg komið fyrir líka að því menn eru búin að setja þennan vitlaust, þá er hann laus, þá fara menn náttúrulega að reyna að skorða hann af því þeir vilja auðvitað ekki missa hann í sjó. Þetta er dýrtæki, ég skil það alveg, en þetta er líka síðasti séns. Þannig að við viljum að hann sé í lagi og festa hann rétt. Þannig að það er náttúrulega langbest að sjá hann bara svona í réttum frágangi. Þess vegna erum við ekki að sýna vitleysa frágang, heldur réttan, bara því við viljum að þið sjáu þetta bara rétt, það sem maður sér. En segðu mér, ef ég svo sæki bátinn, það er búið að fara yfir allt í honum og tjekka á og ég ætla að fara með hann, flytja hann til hafnar og koma honum um borð í bátinn minn, geri ég það bara með því að henda honum bara í skottið og keyra svo auðvitað á löglegum hraða á litla jarðisnum mínum niður á höfn. Ég meina, er eitthvað sem ég þarf að passa mig á? Já, það þarf alltaf að passa sig á og þegar yfirleitt ganga frá fangalínu sem þarf einmitt að losa þegar þú ert með. Að þú, eftir að þú ert búin að færa hann, þú ert alltaf að snúa hann rétt, þú ert aldrei að fara að snúa hann á hvolf því að hann er rúllaður upp á ákveðin hátt inn í bátnum. Já, ekki að leggja hann inn í hylkinu. Já, ekki leggja hann á hlið og ganga frá því að þegar þessi
lína er komin út á þeim metrum sem hún er gefin upp, sem þú getur lesið á þínum bát á þínu skilti alveg saman frá hvaða framleiðanda og stendur hversu langt þú þarfst að draga hann út áður en þú losar upp bátinn. En þegar þú losar hann upp, að þetta er bátur sem er hannaður í neyð, þá losar hann sig í gegnum hvað sem er. Jafnvel þótt Hann að sprengir. við séum með einhver bönd hér, úr með hann inn í bílniðinu, ef hann fer á stað, þessi bátur, hann vill blása sig upp, hann brýtur sig í gegnum rúður, hann jafnvel opnar hurðina ef hann þarf, að því það er meir en nóga gasi inn í honum til þess að fara í gegn. Þannig að þetta er líka hættulegt, skilur, að maður á ekki alveg að vera. Þú getur, og ég meina þú verður bara skorðan á og eins og þú segir að passa að þessi lína, engin hætta sig og hún fari út og alls ekki að leggja hann á hlið eða á hvolf eða neitt mýlitt því að þá er annars hætt á því að jari sem breytist Hummer við það að allt springi í loftu. Já, þú veist, getur gert, skilur, það er ekki líklegt og átt að taka 10 metra, en við viljum alltaf vera með varan á. En síðan eins og maður segir, síðan eru hins vegar low profile hylkin að því við erum að tala um hlið. Að suma þeim mega vera á hlið, en þá þarfst að tala þinn þjónustu aðila og ganga frá hylkinu á þann hátt. Af því það eru kannski göt á þeim og þau þurfa að vera á réttu stað. Báturinn þarf að vera hannaður til þess að vera á hlið. Þessir hannaður til þess að vera svona. Hann má ekkert vera á ská, hann má ekki vera á hlið, hann á að vera eins flatur og þú getur. Þannig virkar hann. Af því þegar þú hendur honum í sjóinn eða hann flýtur upp í sjónum þegar hann losnar, þá viljum við hafa hann beinan. Og það er alveg ástæði fyrir því. Af því við viljum hafa mestu líkur á það að báturinn opnist réttur. Ekki á hvolfi, við viljum ekki klifra upp á hann. Þótt að Bogi sé rosalega duglegur að kenna okkur á snúðunum við, þá viljum við náttúrulega helst ekki gera það ef við komumst hjá því. Þannig að það er bara svona bónus. Er eitthvað, þú sagði mér daginn að það er í rauninni alveg fjöldamart sem að menn þurfa að hafa í huga, en er eitthvað svona sem að, það eru leiðbeiningar um það og að gera að lesa þær, en er eitthvað sem að þú myndir vilja svona bæta við þetta sem svona farið yfir sem að vegur þungt í því að bara tryggja öryggi manna sem best? Nei, ekkert annað en það sem ég sagði áðan. Að þú heldur á sért komin í hættuástand, það er komin eldur, það er, þú veist, báturinn er byrjar að taka vatn, giftu eitt andak, báturinn er laus. Hann er fastur hérna, hann er ekki að fara neitt. Þú veist, ef hann fer, þá ertu hvort þið komin í þetta ástand, skilju. Ég allavega impra því, skilju. Að ég myndi freka vilja hafa bátinn tilbúinn til að kasta honum út fyrir heldur en að þurfa að fara að byrja að losa. Þess vegna þurfum við að hafa réttan frágang, passa það að þetta snúi að þér, hvernig sem þinn bátur er, þannig að þú getur losað hann hratt og örugglega. En svo náttúrulega er það að ef þú nærð þess ekki að þá á ákveðnu dýpi þá springur hann sjálfur, eða þá losnar hann sjálfur. Og fangalínan sprengir hann síðan út, ekki satt? Nei, fangalínan sprengir hann ekki út. Það er misskilningur. Hann sekkur bara á nokkrum metra dýpi. Það er mjög sem þetta er framleiðendum og gerðum. Hann sekkur niður og þá, eins og þessum, þá klippir hann línuna þegar hann er komin á ákveðið dýpi. Og þá byrjar hann að fljóta upp. Og þess vegna viljum við hafa sem minnst í kringum hann, sem við vorum að ræða á það. Hann flýtur upp og þetta er kannski ekki nema 3, 4, 5 metrar. Þá átti ennþá eftir að draga, þannig að þá þarf þú í sjónum að fara að draga. Þess vegna segi ég bara, þú veist, kviknaði í, hendur hann út. Ég veit að það er dýrt, en ertu alltaf að fara að ráða veldin? Ég veit það ekki. Það er miklu meira í húfi heldur en einhverju peningar í þessum efnum eða heldur en einhver afli, það er mannslíf. Bræður, systur, dætur heima, ömmur, afar. Hver veit, og það bara, þess vegna viljum við hafa réttan frágang, því þá erum við alltaf að stytta, þú veist, eins og ég segi, að kippur hann með að lausa hann upp og það kemur hann að díla við og getur alltaf festa nattur. Sko, það eru mjög góðar leiðbeiningar inn á heimasíðu Samgöngustofu og inn á vefsíðunni island.is/vorfundur. Og ég hveti ykkur til þess að fara þar inn á og það er til dæmis bæklingur sem að nýlega var gerður sem að fer mjög vel í gegnum þetta varðandi það að til dæmis að vega og meta hvort að það sé komin tími á þennan búnað því að líftími þessa búnaðar er ekki endalaus og svo framvegis og endilega líka sendu okkur spurningar ef að einhverjar eru að loknum þessum fundi og eins og Þorsteinn kom svo vel inn og við munum svara. Við erum náttúrulega alveg, eins og maður segir, það er alveg óendanlegt að ræða en
Það er bara rosa gott að senda okkur spurningar og við getum svarað því bara eins fljótt og hægt er. Já. Er eitthvað sem að bara þið sem hér eru sem að finnst upp á vanta og myndu vilja bæta við að við myndi fjallum og fara yfir? Eitthvað sem dettur í hug? Já, kannski bara leggja við líka mikla áherslu á staðsetninguna, hvar báturinn er staðsettur í spábátnum. Já. Eins og hann nefndi þarna, þetta getur verið undir möstrum Já. og maður hefur sér færarúlur, jafnvel bara við hliðina á bátunum sko, Akkurat. sem að geta hindrað að hann komist frá bátnum ef hann sekkur og passa það að menn séu öryggir það að sökkvi báturinn, að þá eigi björgunarbáturinn greiða leið ef við ná ekki að losa hann áður en hann sekkur. Ég ætla svolítið að endurtaka þessi góðu orðans Óla, af því að þau kannski heyrðust ekki, en það er bara mikilvægi þess að báturinn sé settur á þann stað þar sem að allar líkur eru á að hann geti flotið upp. Það sé ekkert sem hindrar það að hann fljóti upp, sama hvernig báturinn í rauninni leggst í sjóinn, og það sé ekkert sem hindri það og menn sé ekki að setja einhver, ég veit ekki hvað, bönd eða einhver veiðarfæri, eitthvað fyrir sem getur flækt og stoppað og hindrað að hann komast upp. Enga fleyga eða neitt svoleiðis bara. Já. Helst eins og hann er hér upp á borðið, bara eins hreinan og frá öllu og hægt er. Já. Þannig að eigum við þá ekki bara að segja gott í bili hvað þetta varðar, nema kannski eitt sem ég ætla aðeins að nefna. Varðandi hættumat. Já, það er honum krafa hjá okkur. Það er honum krafa og sko hvað, þegar ég kem borð í báti minn og já, hættumat, er það að ég þurfa að vera með nægilegt kaffi borð eða, skilur þú, er einhver leiðsögn hættumat? Já, við erum með leiðsögnin á heimasíðunni hjá okkur, inn á samgöngustofu.is. Er þetta ekki inn á vorfundunum líka? Ég bara man það ekki. Jú, svo er náttúrulega Aggan. En Aggan kórar þetta og hann fer yfir það á eftir hvernig þú getur sett það upp. Akkurat. En annars eru við með leiðbeiningar einmitt á síðun okkar líka að þið viljið gera það frekar. Hvetjum menn til þess að fylgjast vel með ræðu hans Gísla og eftirvarandi Ögguna, því að það er í rauninni fullgilding hættumats ef að menn fara í gegnum það, og þá eiga menn að vera bara mjög vel settir. Þá er það bara kóveraðar allavega eins og við horfum á það. Þegar þinn skoðunum að kemur borð og með þetta annarkvort í Öggun eða búin að gera formið eins og við setjum upp, og þá er það bara komið. Við ekki segja gott í bili bara. Hvað okkur varðar. Takk fyrir. Takk fyrir.